Þú ert að hlusta á sportþáttinn mánudagskvöld á Suðurland FM. Allt sem tengist íþróttum. Sportþátturinn mánudagskvöld á Suðurland FM. Já, sportþátturinn með ykkur hérna á þessu mánudagskvöldi og eins og ég sagði ykkur áðan þá ætlum við að taka handboltaspjall hérna í lokin og línun er komin Guðmundur Tómas Sigfússon úr Vestmannaeyjum. Hann var heldur betur að upplega mikla dramatík í kvöld og alvöru handboltaleik og mjög fúlt fyrir þá sem mistu af þeim leik. Komdu blessaður og sæll, Guðmundur. Blessaður. Hvernig hefur það? Heyrðu, ég er svona alveg að ná áttum eftir þennan leik. Já, þetta var, má segja að menn kannski hefðu ekki, þú hefði alltaf hægt að lína eitthvað eða? Já, ég verði að vera sammálaður þar. Þetta svona, það var allavega nokkuð oft sem maður hélt bara að þetta hlýtur að vera búið, en svo kom bara annað daginn. Já, Haukar eru nú komnir 2-0 í undanúrsliða einvíginu, en ef við förum samt svona stuttlega við leikina þá, er það ekki, þá voru Haukarnir heppnir að komast inn í framlengingu, þannig séð þetta? Jú, en Haukarnir byrjuðu leikinn alltaf miklu betur og það var kannski á svona, þegar voru 25 mínútur eftir þá byrjaði stúkan í Eyjum og sneri í raun bara 3 marka töpuleik í 3 marka sigur að maður hélt. En stúka var í raun bara ótrúleg og þá sérstaklega í seinni hálfleik. Já, þannig að það eru þannig að stuðningsmenn IBF, þeir spila svolítið mikið inn í svona hvernig lið IBF spilar alltaf eins og það er þekkt. Ég held að sé alveg hægt að segja það. Ég held maður hafi þurft að vera í höllinni núna til þess að upplifa þessa stemmingu, en það er líklega ekki nóg að sjá leikinn bara í sjónvarpinu. Mér fannst þetta var eitt af magnaðasta sem ég sé, sko. Já, nákvæmlega. En svona heilt yfir, þú þekkir það ekki vel til stuðningsmannahópsins, ef ég byrja Hvíti Riddarinn, hann stelur eiginlega bara meiri athygli af leiknum heldur en leiknum sjálfum. Já, það er ekki rétt, en Hvítu Riddarinn eru náttúrulega bara rosalega flottir. Og þegar maður er upp í fjölmiðlabóksi þá vill maður eiginlega bara fara til þeirra, sko. Þetta heillar svo mikið. En þarna í stöðunni 22-19 þá hélt maður svona að IBF væri bara að klára hennar leik, en þá á einhvern ótrúlegan hátt ná Haukarnir að snúa þessu við og skora 3-0 gafla á síðustu 5 mínútunum. Og IBF fær sens á að sigra leikinn í síðustu sókninni og þá er Einar Sverrisson sendur í loftið, við þekkja hann nú þarna vel á Selfossi, og þetta er kerfi sem IBF grípur oft til þegar það er lítið eftir og Haukarnir virtust bara að vera búin að lesa það. Já. Og ég lík því ekki, það hefur verið rosalega sætt að sjá það inni. En svo virðast Haukarnir að klára þetta í fyrstu framlengingunni, þar sem þeir ná frábærum kafla 2 færri sem að er í raun bara ótrúlegt. Þeir vinna þann kafla 2-1, komast 3 mörkum yfir þegar að seinni hálfleikur framlengingar er að byrja. Og þeir halda þeirri fórustu þá til að rúm mínúta er eftir. Og þá eiginlega bara vaknar Eyjaliðið og skora 3 mörk á 100 sekúndum, sem er eiginlega bara ótrúlegt. Og þá svona hélt maður að meðbyrjun væri IBF og þeir myndu mögulega klára þetta í seinni framlengingunni. Já. En Haukar sýndu það bara aftur hversu gott liðið er. Það er bara rosalega erfitt að keppa við þetta. Já. Þeir refsa. Já, og þið náttúrulega þekki þjálfaran þarna Hauka ansi vel? Já, við þekkjum hann, en ég held að hann þekki okkur líka og það kannski svona, það telur meira. Já. Það virðist þekkja gríðarlega vel inn á IBF-liðið. En það er náttúrulega ekki bara hann sem er í náttúrulega Haukalið, það er náttúrulega, Hákon, hann er komin hérna yfir í Haukalið og hann er nú heldur betur búin að vera að stríða IBF í þessum einvígum. Já, ég sammálaði þar. Hákon náttúrulega, hann er bara rosalega flottu leikmaður, hann er þvílíkt efni og líklega bara einn af efnilegri leikmönnum Íslands, þessar myndir verð ég bara að segja. Og það er grátlegt að sjá hann í Haukum. Ef hann var á annar borð að fara frá IBF þá er maður ekki viljan sjá hann fara í Hauka sem eru svona aðal keppnisaðilinn.
þá hefur maður frekar bara viljað sjá hann fara í Akureyri eða FH eða eitthvað þessu liði sem er dottið út. Já, nákvæmlega. Þannig að það er leiðilegt að mæta honum þarna. Já, og ég held að hann elski þetta. Já, já. Ég held að hann finnist ekkert skemmtilega en þetta, sko. Nei, skiljanlega. Hann skorar á fyrstu 11 skotunum sínum í kvöld. Og það er bara ótrúlegt í handboltaleik. Nákvæmlega. En möguleikar IBF upp úr þessu, nú eru Haukar konir 2-0. Eiga IBF einhverja möguleika að taka þetta? Úff, þetta er erfið spurning. Ef IBF hefði tekið þennan leik, þá væri þetta einví rosalegt. Þá geti ég alveg séð þetta fara í 5 leiki. En eins og núna, þetta verður bara brekka fyrir IBF. Þetta verður mjög stór brekka. En ef við tökum sigur á Ásvöllum á föstudaginn held ég, þá get ég séð allt gerast í þessu einvígi. Já, nákvæmlega. Já, þá verður hvíti riddarinn kannski hérna mættu með klósipapirinn þar? Það er nú rétt að vona. Ég verður erlendis, þannig að ég kemst ekki á hana leika. En ég ætla rétt að vona að þeir fylli kofan á Ásvöllum. Já. Það var náttúrulega, það sést bara hvað stuðningur gerir mikið í dag, þó að Haukar hafi sigrað. Ég held svona til samanburðar þá mættu kannski svona 15 stuðningsmenn Hauka til Eyja og meðan stúkan sem var fyrir Eyjamenn var sko gjörsamlega tróðfull á Ásvöllum í síðasta leik. Já, nákvæmlega. Gæðin virðast bara að vera meiri í Haukaliðinu þessa myndu. Já. En annars að öðru hinum megin þar er Afturelding og Valur og staðan þar í einvíginu 1-1. Þóru eitthvað að spá það einvígi? Já, ef IBF fer áfram í okkar einvígi þá vil ég sjá Aftureldingu fara áfram í hinnu. Það væri gaman að sjá Róttökið og hvítu riddarinn að mætast í úrslita einvíginu. Já. Ég held að það væri bara algjör veisla fyrir alla. Já, fyrir bara handboltan unnundan. En fyrst að Valur tók leikinn í kvöld þá sé ég þá svona að vera að konna með yfirhundin aftur. En þetta er kannski allavega núna opnar einvígi þar sem að staðan er 1-1 þar. Já, nákvæmlega. En ef við fyrir maður í kvennaböltan stuttlega þá er leiðilegt að IBF eða sunnlensku liðin okkar hérna hafi ekki komist áfram IBF og Selfoss. Já, ég er sammála því en svona hjá IBF það var held ég bara of mikið af meiðslum. Það voru kannski of mikil ábyrgð á ungum stelpum sem hefðu kannski bara ekki nægilega reynslu eða getu til þess að fara áfram og gegn fram. En IBF-liðið með alla heila er gríðarlega gott lið. Ef við hefum getað séð Veru López og Gretu og Drífu og þessar allar 100% þá er alveg getað séð þær fara áfram sem við. Sérðu eitthvað fram á það ef þú myndir spá núna hvaða liði yrði Íslandsmeistari í Ólisteild kvenna? Svona það er kannski erfitt að segja en Flórentína hún er rosaleg í stjörnumarkinu og þetta er svona hennar síðasta tímabil í handbolta bara og ég held að væri bara fallegt að sjá hana vinna titilinn. Já, nákvæmlega. En svo finnst mér þetta Haukalið líka gríðarlega öflugt. Það eru með mjög góða markmann líka og ég sé kannski liðið sem vinnur það einví. Ég held að það muni vera Íslandsmeistari. Já, einmitt. Svona í lokin áður en ég slepptir, það eru IBF-liðið, það ef þeir vinna Ásvöllum og þá geta þeir farið alla leið. Ég hef enga trú á öðru. Ef IBF vinnur á Ásvöllum þá er við komin í 2-1 sem að hefði kannski ekkert verið skrítið eftir 3 leiki og þá ef við fáum annan stuðning og var hérna í höllin í dag í 4. leiknum þá sé ég IBF að fara allavega í 8 leik og það ekki sagt það verður stórkostlegur leikur eða fyrir í 8 leik. Já, hann fær rautt spjald í kvöld, Kári Kristján, hafði það einhver áhrif á leikinn? Svona eftir á hyggja er ég ekki alveg klár á því en svona þegar hann fær rauðarspjaldi þá svona þetta er svolítið kjánalegt bara. Mér finnst lélegt af Kára sem er með mjög marga landsleiki á bakinu að láta þannig sé að veiða sig í gildur af ekki reyndari leikmann heldur en Hákoni. En ef IBF kom inn á Elliðsnær og hann leysti Kára bara nokkuð vel af en það nokkuð stórt skarða fylla en hann gerði það mjög vel.
En í lokin, ef að IBF fer ekki áfram, það eru Haukar, Valur eða Afturelding sem að fara þá í úrslitin. Ég get ekki séð annað en að Haukar vinni það. Ég held að það lið sem að vinni þetta undanúrslit einvígi verði klárlega Íslandsmeistari. Ég held að það sé bara 100%. Nákvæmlega. Ég þurfi bara fullir af það. Svo hefst fótboltasumarið og það náttúrulega komið stemningi það ekki fyrir í hópnum hjá ykkur í IBF? Jú, það svona, það er búið að spá okkur út alla deild bara. Já, út alla deild, nákvæmlega. Við erum kannski svona óskrifað blað eða bara í fótboltanum, en ég get alveg séð að ef við verum ekki vandræðum með að skora mörk, að þá mun þetta bara ganga nokkuð vel. Nákvæmlega. Guðmundur Tómas Sigfússon, þakka kærlega fyrir að gefa okkur tíma og bara bestu kveðju til eiga þar sem alltaf mesta stemningin. Yes, takk sem leiðis. Takk fyrir. Blessaður. Já, bæ. Já, sportátturinn verður ekki lengra sinni en ég ætla að minna á næstu viðburði. Það er nóg framundan. Það er náttúrulega úrslitin í körfuboltanum annað kvöld. Bæði í Dominos-deild kvenna og svo í umspili mitt að komast í Dominos-deildina. Og það ber kannski helst að nefna, það er KR Haukar, í Dominos-deild kvenna afsakið. Ég er alveg ruglaður að það er búið að vera svo mikið veisla hérna í kvöld. Það er Haukar Snæfell, úrslitaleikurinn klukkan korter yfir 7 á Ásvöllum á morgun. Mæta tímalega. Svo er náttúrulega í fyrstu deildinni þeir sem að berjast upp að koma upp. Það er annarkvort Fjölnir eða Skallagrímur og það verður Grái á sama tíma á morgun klukkan korter yfir 7, þannig að veisla. Og svo hérna á Selfossi þá er það Fjölnir Selfoss og það verður aðeins meira fjallum það í mitt hérna á dagskráni á morgun hjá Henni Árna. En ég heiti Gestur frá Hæli, ég þakka ykkur fyrir hlustunum í kvöld, njóti vikunum sem framöndan og ég minn ykkur að hægt að nálgast viðtöl þáttarins inn á sportþátturinn mánudagskvöld á Facebook. Njóti vikunar og takk ykkur fyrir. Sportþátturinn mánudagskvöld með Gesti Einarsinni frá Hæli.